í mótmælunum með okkur. Reynið að hvetja aðra til að koma. Fjölmiðlarnir hafa falið mótmælaaðgerðir. Þeir þegja þær. Segjum að áfram Ísland! Ekkert Icesave! Það ringdi bara svona rétt fyrst að hótt. Við borgum ekki! 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 Við eigum ekki að borga! Við eigum ekki að borga! 2,2 milljónir á hverja persónu í landinu. Það getur farið upp í þá upphæð. Það er 1,2 milljón til 2,2 milljónir á hvert einasta mannsbarn í landinu. Við eigum ekki að borga. Við eigum ekki að borga! Alþingismenn eiga ekki að þjóna bresku og hollensku valdi. Það er búið að dæma það í Frakklandi Við ráðum okkur sjálf! að franska ríkið ber ekki ábyrgð á tryggingarinnistæðissjóðnum þar. Það er búið að dæma það með dómi Evrópudómstólsins árið 2002. Mertur CC 222 á árinu 2002. Hún Vigdís Hauksdóttir upplýsti þetta í gær í þingræðu. Við eigum ekki að borga. Þessi var svikið inn á okkur. Af því að við erum fáir og aumir og með ónýtar ríkisstjórnir. Vanhæfar ríkisstjórnir, bæði fyrir og eftir áramót. Við eigum ekki að borga. Við eigum ekki að borga! Áfram Ísland! Áfram Ísland! Ekkert Icesave! Ekkert Icesave! Enga svíkarsamninga! Ísland er stórsta land í heimi! Alþingismenn eiga að þjóna þjóðinni Alþingismenn eiga að þjóna þjóðinni! en ekki að brjóta á rétti hennar Ekki að brjóta á rétti hennar! og ekki brjóta landráðalegin Fyrir eitthvað heilt í ef í dag? sem banna það að mikilvæg skjöld fyrir hagsmuni þjóðarinnar séu falin. Það gerðu þeir. Össur Skarphéðinsson baðst afsökunar á því. Af hverju baðst hann afsökunar? Af því hann hafi gert þetta. Þetta gerðist hérna fyrir nokkrum vikum að hvatningu Bjarna Benediktssonar. Þið eigið að biðjast afsökunar. Hann sagði svo sem geta bæði forlátt sem væri ekki of góður til þess. Með því var hann að viðurkenna sekt sína að þeir földu lögfræðiálit frá stofu í London sem heitir Miscon Dureya. Þeir földu lögfræðiálitið og meðan þeir földu það, hvað gerðu þeir? Þeir héldu því fram að allt alþjóðasamfélagi væri á móti okkur. Þetta væri bara íslenskir lögfræðingar sem væri að segja að við ættum ekki að borga. Þessi lögfræðistofa sagði það að það væri ekkert í tilskipun Evrópubandalagsins sem gerði okkur á neitt nátt skyldu til að borga fyrir tryggingarinnistæðissjóðinn. Þetta er sjálfseignarstofnun sem var haldið uppi á bönkunum og það er ekki skylda ríkisins að ábyrgjast hann. Það stendur í tilskipun Evrópubandalagsins sjálfs Herðu, hérna. að það má ekki skuldbunda nein aðildarríki að EES til þess að ábyrgjast innistæður í bönkum og öðrum fjármálastofnunum ef þessi ríki hafa komið á fót tryggingast sjóði slíkra innleikna og það gerðum við árið 2000. Við uppfylltum þá skuldbindingu. Það er sú skuldbinding sem ráðamenn hafa talað en hafa verið eins og hérar í málinu og gefist upp fyrir ógnunum. Það er ekkert annað en ógnanir. Þetta er lögleysa og lögfræðingurinn Vigdís Hauksdóttir er búinn að benda á þetta margítrekað á Alþingi. Við eigum ekki að borga! Við borgum ekki! Áfram Ísland! Áfram Ísland! Ekkert Icesave! Ekkert Icesave!